ekki latínuna eftir? Nei, það önnur pör. En einhver sömu, eða ekki? Jú. Ég var eitthvað Nei, það komist ekki allir áfram, sko. Það er ekki örugglega að heyra í mér. Annars er þetta, ha? Það er ekki örugglega að heyra. Komið sæl og velkomin með okkur í beina útsendingu héðan frá Kórnum í Kópavogi. Framundan keppni í samkvæmisdönsum á Reykjavíkurleikunum, Reykjavík International Games. Það eru örugglega margir orðnir spenntir fyrir því að komast út á laugardagskvöldi til að dansa, en hér í kvöld fáum við allavega að fylgjast með mörgum af okkar fremstu dönsurum, svo þeir sem eru í miklu stuði geta kannski dillað sér aðeins með. Við fylgjumst með keppni í flokki fullorðinna, unglinga og barna. Með mér verður danssérfræðingurinn Kara Arngrímsdóttir, en ég ætla þá að skipta yfir á kynni kvöldsins, Jóhann Gunnar Arnarsson. Og okkur ekkert að vanbúnað að hefja keppni og það er aldeilis glæsilegur hópur sem að byrja keppnina fullorðnir ballroom. Gjörðu svo vel, komið inn á gólfir. Þetta er okkar efsti styrkleikaflokkur. Gjörðu svo vel, fullorðnir ballroom. Þau ætla að dansa fyrir okkur. 5 dansa, alla 5 standarddansana. Og þið megið koma ykkur fyrir og fyrsti dansinn hjá ykkur er enskur vals. Gjörðu svo vel. Já, þá sjáum við hér 8 pör komin af stað í þessum ballroom-flokki, Kara. Já, hérna sjáum við mjög sterkan hóp. Það eru búin að vera undanúrslit í dag og nú er þetta pörin sem að dansu inn í úrslit. Og hér sjáum við eitt af okkar fremstu pörum í þessari tegundadansum, sem sagt. Það er Daniel Sverrir og Sóley Ósk. Þau hafa dansað lengi saman og hafa gert að vera staðið sem mjög vel líka erlendri grundu í dansinum. Og hafa keppt líka núna fyrir áramót. Það voru sem pör sem tóku þátt í svona keppnum svona online á netinu. Og þeim tókst að taka þátt í slíkum keppnum og sigrað meira segja. Þannig að það er bara mjög flott hjá þeim. Svo sjáum við hér danspar ársins, sem valið danspar ársins af dansíþróttahreyfingunni. Þetta eru Nico Barbisi og Sara Rós Jakobsdóttir. Þau eru margreynd í dansheiminum, þau reynda að búa í Danmörku og æfa þar. Og eru sem sagt 10 par, æfa bæði ballroom-dansana og suður-amerísku dansana. Takk fyrir alveg tegnarlegan og fallegan vals. Takk fyrir. Svona á að gera þetta. Og við komum okkur fyrir, eða öllu heldur þið komið ykkur fyrir á gólfinu fyrir næsta dans. Argentínsk ættaður tango. 5 búinn. Næst er tango. Það er svolítið öðruvísi stemning í þeim dansi. Hann er svona aðeins mjög ólíkur hinum dansunum. Á
ákveðin, það er ekki svona flæði eins og þeim, þar sem þú flýgur svona meira gólfið upp og niður, heldur þetta allt svona flatt og ákveðið. Hér sjáum við Gabrieleo og Söndru Diljá. Þau keppa líka í ungmennum sem er 16 til 18 ára og hafa sýnt að því að mér finnst mikla framför í þessum dansum undanfari frá því ég sá þau síðast. Eru búin að æfa lengi dans og hafa dansað saman í 5 ár en hafa dansað bara frá barnsaldri. Hér sjáum við Finnhuga og Ástu Maríu. Þau eru dansa líka í flokki ungmenna og þau unnu hjá okkur í fyrra á RIG, þessa grein, í sínum aldursflokki, ungmennaflokki. Aldeilis glæsilegur tango og þakka ykkur fyrir. Takk kærlega. Aldeilis glæsilegt. Ég ætla að biðja ykkur að koma ykkur fyrir á gólfinu fyrir næsta dans. Og mér sýnist allir vera komnir í startálurnar og við ætlum að fá fallegan vínarvals. Gjörið þið svo vel. Nú fáum við Vínavalsinn. Þriðji dansinn í þessum flokki. Já, og þetta er náttúrulega huglegur og fallegur dans. Það sem er svolítið erfitt oft við þennan dans að hann hreyfingin og sporin eru einhæf. Það er ekki svona variasjónir eins og í hinum dansunum. Þannig að þetta reynir mjög mikið á úthaldið. Þetta er aðalega svona snúningar til hægri og vinstri og svo þetta sem við kallum flekkarúl sem við erum að gera hérna í miðjunni. En hér í mynd sjáum við Gylfa Má og Tinnu Maríu. Þau eru hérna búin að gera mjög gott í ballroom-dansunum í sínum flokki, hafa verið í ungmennaflokki. Þau eiga einungis 11 Íslandsmeistaratitla baki og 5 Norðurlandameistaratitla, þannig að þau eru búin að vera að gera mjög gott af þeim á sínum ferli og eiga vonandi eftir að gera ennþá meira gott. Hér sjáum við Ingólbjart og Auði Elínu. Þau voru bara að koma upp í þennan flokk, þau eru ennþá bara 15 ára. Þannig að þetta er svolítið stórt skref fyrir þessu pör að stíga upp úr unglingaflokki upp í ungmenni og ungmenni mega að keppa í fullorðnum. Þannig að þetta er svolítið breytt aldursbil sem getur verið í þessum flokki. Akkurát. Þá er Vínarvalsinum lokið, næst förum við í Foxtrot. Það er 4. dansinn hjá þessum hópi. Og við sem fá undurfagran slow Foxtrot. Gjörið þið svo vel. Hvað eru við svona að horfa í þessum dansi? Munurinn á slow foxtrot frá hinum dansunum hann er líkur valsinum að því leyti til að það er svona svif og farið svona upp og niður, nema í foxtrotum er það svona minna og það er svona svífur meira eftir gólfinu og þetta er svona svolítið sem ef maður myndi segja svona cheeky dans, tónlistin er þannig, svona aðeins stríðn og glettni. Maður sér að það er mjög kærkomið hjá öllum sem í raun þeim fáu sem að fá að vera hérna inni að heyra tónlistina. Þetta er svona, er eitthvað vinalegt við þetta? Þetta er falleg tónlist og fallegu dans. Bara synd að það skulle ekki geta verið
áhorfendur hérna inni til þess að njóta þessa með okkur. Hvernig fyrir hóp eins og þennan að koma eiginlega bara á mót með svona stuttum fyrirvara? Náttúrulega hefur enginn vitað beint svona í hvað stemdi? Sko, það hefur alltaf legið fyrir þessi dagsetning og allir stemt á það, en samt alltaf í óvissunni verður mótið eða verður það ekki. En svo aftur mótið hitt að þau hafa ekki getað eftir sig saman í allan vetur. Nei, spara það. Þannig að þegar það eru tveir að dansa saman, þegar 2 metra reglan í gildi þá er ekki svo auðvelt. Það aðeins einn dans. Eiginlega ekki hægt. Í þessu sporti. Já. Ótrúlega flottur. Og hann heitir Quickstep. Gjörðu svo vel. This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. Flokki fullorðinna, bólvangdönsum, Quickstep og þá er stuð. Já, það væri gaman að hraðamæla þau stundum. Þetta er mikið hraði sem við fara á þegar við taka hlaupin. Og þurfum að eiga orku inni eftir alltaf hérna fjóradansana í Bakka 4. Hér er svolítið mikilvægt að vinna saman, þau eru náttúrulega að dansa saman og dansa sem eitt. Og eins og ég hef einhvern veginn nefnt að þegar þau eru þreytt í Quickstep, þá er það ekki lengur eins og séu eitt, heldur 2 verur, hopp ekki jafnt og þá sést það svo fljótt. Já. Er þetta ekki allt bara með glæsilegasta móti? Þetta er rosa flott hjá þeim. Það hefur náttúrulega verið ennþá skemmtilega fyrir að fá erlend pör til þess að spreyta sig við. En fleiri pör hafa tækifæri þá að vera með hérna. Þetta er mjög spennandi flokkur. Ég veit ekkert hver ætti að vinna þetta. Þú ert ekkert að sjá fyrir þér? Nei, ég veit svona alveg 3 efstu. En þau eru svo ólíku öll að það er spennandi. Og dagsformið er náttúrulega mikil áhrif. En þau eru með þessi 3 sem mér finnst að vera í 3 efstu sætunum eru með mjög ólíkan stíl. Þannig að svolítið erfitt að gera upp á milli. Þið erum að koma hérna bara allar hópur hérna mér á vinstri hönd. Dómarar þið megi bara bíða þar sem þið eruð. Það verður bara að fara strax í velunaftöku. Og þeir sem veit að þannig að við fáum bara svarið núna. Já. Það getur neina Hér er náttúrulega búið að skipta öllu upp í sóttvarnarhólf og allt er hreinsað hérna á milli. Já, við erum búin að skipta keppninni í 5 hluta í dag og klukkutíma sóttvarnarhlé á milli sem allt var sótthreinsa og hvert félag er með sitt hólf. Það var einhver áðan sem kallaði þetta grímuball, var það ekki? Jú, örugglega ég. Hér eru náttúrulega valinkunnir dómarar líka sem að dæma. Þetta er allt fólk sem við erum vön að sjá á danskeppnum. Já, núna erum við eingöngu með íslenskan dómarapanel. Það er nú yfirleitt ekki þannig. Þannig að allir dómararnir eru íslenskir. Það var ekki hægt að flytja inn dómara eins og venjulega gert. En við erum með góðan hóp af alþjóðlegum dómurum hér á Íslandi. Nærðu svona eitthvað að rýna í hvað þegar við sjáum þetta svona hægt? Ég ætla ekki að vera að segja hvað þú heldur að dómararnir hafi. Ég er búin að vera að dæmi í allan dag, sko. Ég dæmdi þennan hóp, sko, fyrstu umferðina. Frá dansfélaginu Hvönn. Og í 5. sæti er par númer 155, Gabriel Leo Ívarsson og Sandra Diljá Kristinsdóttir frá dansíþróttafélagi Kópavogs. Og í 4. sæti er par númer 154, Finnur Hugi Finnsson og Ásta María Armesto Nuevo frá dansíþróttafélagi Kópavogs. Í 3. sæti er par númer 153, Daniel Sverrir Guðbjörnsson og Sóley Ósk Hilmarsdóttir frá dansíþróttafélagi Kópavogs. Í 2. sæti er par númer 35,
Gylfi Már Hrafnsson og María Tinna Hauksdóttir frá dansdeild HK. Og sigurvegarar á Reykjavíkurleikunum 2021 í flokki fullorðinna í standardönsum því par númer 119, Nikoló Barbísi og Sara Rós Jakobsdóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Jæja, Kara, ertu sátt við þessa niðurstöðu? Já. Ég hugsa hvaða par sem allan þessum 3 efstu hefði getað sigrað. Já. Þau voru öll svo rosalega, ég meina, pörin alltaf góð, en þau svona þessi 3 efstu alveg í sérflokki að mínum mati. Og já, en þau eru vel að þessum sigri komið, þetta er dansíþróttapar ársins og staðið sér vel lengi. Við erum heppin að fá hana Ítala í okkar lið. Með árangurinn á þessari fyrstu keppni hjá okkur. Nei, annarri keppni á þessu ári. Fyrsta sinn heldur sem við fáum svona keppnisdansara í Danmörku. Við sjáum Adam Ríf hérna út á gólfinu, hann er að dæma. Reyndar ekki, hann er að veita velun. Já, hann er að veita velun. Já. Hann er út á gólfinu. Já, hann er út á gólfinu. Fekk að kíkja í smá stund. Næsta flokk og úlingar 2 í latindönsum. Úlingar 2, ég ber ykkur að vera tilbúin hérna til hliðar á gólfinu svo við getum hafið keppni leið og sjónvarpi leiðir. Næst færum við okkur svo yfir í flokkin unglingar. Og við fáum næsta hóp inn á gólfinu. Þau eru að dansa latindansa. Já, þau eru semst 14 og 15 ára á þessu ári. Suður-ameríska dansa, gjörið þið svo vel. Og fyrsti dansinn hjá ykkur krakkar samba, gjörið þið svo vel. Þau byrja á sömbu, sem er svona upprunnin frá Brasilíu. Hér sjáum við mynd Dagmána og Fríðu Kristínu. Hann er 13 ára en hún er 14 ára, nei 12 ára segi ég, þannig að þetta er ekkert fullorðið fólk. Hann reyndar er ekki búinn að vera lengi í dans, hann var 10 ára gamall þegar hann byrjaði, en hún er búinn að vera síðan hann var 30 ára. Já, ok. Þannig að þau eru búin að dansa saman, já, í tæpt 2 ár. Og finnst þér þú sjá það strax á þessum aldrei að fólk ná að dansa sig saman á þessum tíma? Sérðu að þau eru búin að dansa saman í einhver tíma? Já, maður sér oft, að vísu er þetta einstaklingsbundið, en oft sér maður á pörunum hvort þau hafa náð að slípa sig vel saman. Hér til dæmis, númer 72, eru Sverrir Þór og Ágústa Rut. Þau eru búin að æfa lengi og búin að dansa saman í 4 ár, þó þau sé ekki eldri en þau eru. Og þau eru búin að vera í fremstu röð í sínum aldursflokki svolítið lengi. Já. Og hérna eru náttúrulega bara alveg virkilega flotti dansarar, margfaldir Íslandsmeistarar og hafa farið í úrslit í Blackpool, þessari sögufræðu Blackpool-keppni sem við heyrt getið og kannski kíkt ekkert í þangað. Ég kíkt aðeins þangað nefnilega. Látum staðan með þar. Aldeilis frábært hjá ykkur krakkar, þakka ykkur kærlega fyrir vel gert, flott samband. Þetta er glæsilegur hópur. Við þurfum að koma ykkur fyrir á gólfinu fyrir næsta dans. Það er nóg pláss. Sett upp spari brosi fyrir sjónvarpið og við dansum cha-cha-cha. Gjörðu þið svo vel. Þá er það cha-cha-cha. Hér fáum við að sjá Hilmar Inga og Aðalheiði Ósk. Þau eru búin að dansa saman í 1,5 ár. Svo eru það alltaf þessar reglur með fatnaðinn sem breytast svo mikið á milli flokka. Já, þetta er fyrsti flokkurinn sem má vera með svona skraut á kjólunum og fötunum. Í öllum flokkunum sem er yngri en þessi flokkur, unglingar 1 og yngra, þá er ekki leyfðir svona semelíusteinar eða palliettur eða neitt sem glitrar. Og svo sjáum við barnaflokkina eftir og þar eru ennþá strangari reglur. Hér sjáum við Viðarsnæ og Hrafnhildi Evu. Þau eru búin að dansa saman í 1 ár, dansuðu fyrsta skiptið saman á Reyk í fyrra. Já.
ykkur krakkar, glæsilega. Já, þetta var tja-tja-tja. Næst ætlum við aðeins að róa Dómararnir eru að biðja Það verður aðeins rólegra núna, nú kemur hægidansinn. Erum við tilbúin í erlendri meira Það er rúmba. En þó ekki auðveldari. Nei, alls ekki. Það reynir á jafnvægi og tengingu milli parsins að styðja hvort annað og finna jafnvægispunkt á milli hvort annars. Gjörðu þið svo vel. Þetta var meira tja-tja-tja. Þetta nú við. Þetta verður að dómararnir hafi ekki verið búin að dæma kannski. Ekki náða að klára. Þau eru bara sjúki meira tja-tja. Já, það þarf stundum aðeins meira ef að dómararnir eru ekki búin að gera upp á milli. En hérna í mynd sjáum við Grím Arnarsson og Katarínu Björg Helgadóttur frá Dansfélagi Reykjavíkur. Þeir eru búin að dansa saman í 2 ár. Og eru búin að dansa sjálf bara frá barnsaldri. Hún byrjaði 30 ára að læra að dansa. Það er ótrúlegt. Er það algengt? Já, það er börn geta byrjað 30 ára aldur að læra að dansa. Næsta dansi Það er opnað fyrir það. Romantíska dansi. Rumba. Þá kemur rúmban sem hún býða svo Þá spenntar eftir. ætlum við rúmba. Já. Heldur að það hafi mikil áhrif á þau að dansa hérna án áhorfenda? Eða eru þau bara búin að gera sig? Þannig að ég myndi segja að þegar ég var að keppa hefði ég ekki haft áhorfendur þess að hvetja og það er svona viss pepp í því. Já. En ég held að sé hvatning fyrir þau að vita til þess að það er fullt áhorfendum hann að þar úti að horfa á þau sjónvarpinu. Já, einmitt. Já. En hér sjáum við Hilmar Inga og Aðalheiði Ósk. Dansa sína rúmbu. Það dansaði mikill innlifun. En það er svona tjáningin stór partur af Já, það er samtal á milli parsins. Það er glæsilegt hjá ykkur. Takk Og fyrir. svo líka áhorfenda, eða til áhorfenda þegar þeir eru til staðar. einmitt. En það er þannig að það ekki að hver keppandi fekk að hafa með sér svona eins og einn aðstoðamann. Jú. Spyr eftir hverju erum við að Hver bíða. keppandi fekk að hafa einn aðstoðarmann sem Næsti dans hafði svolítið langt frá gólfinu. er Paso. Já, svona til að hjálpa til Já, með... þetta er mjög ungir dansarar margir hverjir og þetta er svona margir kringum búningarna sem þarf aðstofið. En þá er það Paso doble. Já. Nautabannadansi. Já, það sem herran er svona að túlka, þetta er bæði bland af því sem snauta ati og síðan flamenco. Það sem hann á að vera nautabanni en daman er skikkan, sko. Já. Já. Það er svona það mikilvægasta sem dómararnir eru að horfa í þessum dansi. Sko, í þessum dansi til dæmis er auðvitað ákveðin tækni sem er að fylgja, það er að fylgja hversu mikið, náttúrulega í öllum dansunum, hvernig dansin sýnir karakterinn og síðan er það náttúrulega takturinn, að þú sért í takturlægi, bæði freysingu og taktinn. Svo er það líka sem sagt að lead and follow, að það er að segja að herran er að stjórna dömunni og hún fylgir. Að það sjáist ekki hún sé bara að dansa sitt, heldur það sé tengingin á milli. Já. Svona svo eitthvað sé nefnt.
Já takk, olé! Svo er alveg merkilegt og svo alltaf síðast í dansinn hafður sko fjöruðast í dansinn. Það er djæfið. Já. Í þessum úrslitum í flokki unglinga 2 og það er Jive, gjörðu svo vel. Og þá þurfum við nú aldeilis að eiga orku eftir. Já. Hér fáum við að sjá Sverri og Ágústu taka eitthvað superflott Jive. Ég trúi því ekki að nokkur einasti maður sitt í kjur heim í sófa núna. Það er ekki hægt. Þau meiri segja að þegar þau kepptu í Blackpool árið 2017 sem börn að þá höfnuðu í 3. sæti í Jive í Blackpool. Þetta er þeirra dans. Já. Úps. Það er bara spurning að halda áfram, standu. Það er ekki tricks í þessu, láta bara eins og ekkert af ískorist. Jú. Það er enginn tekið niður fyrir það að detta, það er bara spurning hvernig vinnur úr því. Já. Aldeilis glæsilegt hjá ykkur, takk ykkur fyrir unglinga 2. Já, þar með hefur þessi flokkur lokið keppni. Þetta var flokkurinn unglingar 2. Krakkar, komið þið aðeins nær mér að því að myndavélinn er beint fyrir aftan ykkur. Komið þið aðeins lengra hérna inn í hornið. Örlítið lengra til að standa ekki fyrir myndavélinni. Mér finnst það bara svolítið gaman því að sum þessara para hef ég ekki séð síðan einhverju keppni fyrir einhverjum mánuðum síðan. Já. Og þau hafa bara stækkað og breyst á þessum stutta tíma. En hvernig hafa þau leyst þetta? Hafa þau verið að æfa í sitthvoru lagi eða? Já, ég get til dæmis sagt eins og hjá mér að þessar, hvað var þetta, 7-8 vikur hérna í október, nóvember, þá voru þau bara í Zoom. Þau voru bara heima hjá sér að dansa heim í stofu eða einhvers staðar og við vorum að láta þau gera tækniæfingar 4 sinnum í viku. Það er vel að sér vikið. Já, bara, maður sá alveg bara framför á vissum hlutum. Þó annað hafi dottið niður á móti, þá náðum við bara oft, já, ótrúlega hlutum í gegn. Og það er eins og bara svona þegar við sáum við mæta til leiks aftur að bara, já, það er alveg hægt að gera eitthvað svona en auðvitað ekki lengi. Nei. Þau höfðu ekki tækifæri að fara í salinn og dansa saman. Þannig að það var sérstakt og Adam Ríf forseti. Það er bara að finna lausnir. Já, þetta gengur svolítið út af þá og allir þeim mun fegnar þá þegar þetta fellur aftur svona í sama horfið. Já. Þetta er náttúrulega alltaf sömu einstaklingarnir sem dansa saman, þannig að það er í hópunum ekkert blöndun og milli para, þannig að þetta er svona, þeir eru oft meira saman heldur en fjölskyldumeðlimir. Já. En þá ætlum við að fara í verðlaunaafhendingu í þessum flokki, það er hann Jói sem tekur við. Og úrslitin eru klár í flokki unglingar 2 í suður-amerískum dönsum. Í 5. sæti er par númer 44, Hilmar Ingi Árnason og Aðalheiður Ósk Stefánsdóttir frá dansdeild HK. Í 4. sæti, par númer 67, Grímur Arnarsson og Katarína Björg Helgadóttir frá dansfélagi Reykjavíkur. Í 3. sæti, par númer 169, Viðar Snær Hilmarsson og Hrafnhildur Eva Davíðsdóttir frá dansíþróttafélagi Kópavogs. Og í 2. sæti er par númer 43, Dagur Máni Viðarsson og Fríða Kristín Elíasdóttir frá dansdeild HK. Og sigurvegarar í flokki unglinga 2 í suður-amerískum dansum á Reykjavíkurleikunum 2021 er par númer 72,
Sverrir Þór Ragnarsson og Ágústa Rut Andradóttir frá dansfélaginu Bílshöfða. Já, Sverrir Þór og Ágústa Rut lenda í fyrsta sæti í þessum flokki. Aldeilis glæsilegur hópur unglinga 2 í suður-amerískum dansum. Takk ykkur fyrir og innilega til hamingju. Eru vel að þessum sigri komin. Er það ekki? Takk fyrir. Og þá komið að sýningaratriði hjá okkur. Það komið að sýningaratriði. Og sýningaratriðið okkar byrjar eftir tæpa mínútur. Þannig ég ætla að biðja danshópinn frá Brynju Péturs að vera tilbúinn til þess að koma inn á gólfið. Já, það eru 2 flokkar af 4 búnir í þessari útsendingu. Við ætlum aðeins að fá smá uppbrot. Við ætlum að fá skemmtiatriði. Já, sína annan dansstíl. Já. Þetta eru Brynja Péturs og eða læri sveinar hennar kannski. Já, ég hef bara ekki séð atriðið en ég gerir ráð fyrir því. Það sem að gerast í dansheiminum að nú sem sagt samkvæmisdans viðurkenndur af Ólympíuhreyfingunni þó sé ekki orðið Ólympíugrein. Já. En það ein dansgrein að verða sýningagrein á næstu Ólympíuleikum og það breakdans. Þannig að það svona dansinn almennt að fá meiri viðurkenningu sem hreyfingu, sem íþrótt. Já. Það bara mjög jákvætt. Heldur að við sjáum samkvæmisdans á Ólympíuleikum? Sko það búið að vera á stefnuskráni í einhverja áratugi. Verðum ekki leiða sig að vera bara áfram bjartsýn. Já. Ok, og þá fáum við tónlist. Gjörið þið svo vel. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop, drop, drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Sexy Sierra's on your radio. Everybody turn it up. Spicy just like hot sauce. Careful, you might burn it up. You can do the pop down, rag top, don't stop. That's the way you gotta get it, make your body rock. Try Glæsilegt hjá ykkur og þið eru tilbúin í seinni dansinn. Og við fáum tónlist. Gjörið þið svo vel. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. Come up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way Michael Mary. Aldeilis glæsilegur hópur frá dans Brynju Pétursdóttur. Takk kærlega fyrir. Vel gert. Og við ætlum bara að halda áfram og næst fá við inn á gólfið börn 2 sem ætla að dansa fyrir okkur 3 dansa. Þetta eru 3 hópar, gjörið þið svo vel. Fá okkur öll inn á gólfið, börn 2 ætla að dansa fyrir okkur 3 standarddansa. Gjörið þið svo vel. Já, nú fáum við í raun 3 hópa, má Aldeilis ég segja, aldurshópa. sem eru komið hérna inn á gólfið. Hóp sem að Og keppa í, fyrsti sem heitir dansinn hjá börn ykkur 2 sem krakkar eru 10-11 enskur ára, vals, sem gjörið dansar svo 3 vel. dansa. Með þeim dansar annað par, eða eitt par sem í sama aldursflokki sem keppir í 4 dansum. Þau voru eins skráð í þennan flokk. Svo erum eitt par sem í flokknum börn 1 sem eru 8 ára sem dansa með þessa 3 dansa.
en þau eru ekki dæmd með og eru því ekki með númer. En hér fáum við svona, þetta er krútagengið okkar. Já. Hér eru Eiður Fannar og Þórdís Birna, þau eru 9 ára gömul og voru semst að fara upp í þennan flokk núna, 10-11 ára, verða 10 ára á árinu. Og eru búin að dansa saman sko síðan þau voru 3 ára. Vá. Þannig að þau ætti að þekka hvort annað vel. Já. Smá árástur. Stýra sér glæsilega út úr því. Og hérna eru Gunnar, Eli og Elisabeth. Þau eru sko bekkjasystkini. Eru í Árbæjarskóla, eru saman í bekk og eru búin að æfa dans í 2 ár saman. Það er eins gott að fólki lindi vel það. Já, mér finnst bara flott hjá þeim að það eru fleiri bekkjasystkini að taka þetta til fyrirmyndar. Já. Svo er svolítið gaman hérna með Helga Daniel og Magdalenu að mamma hennar og pabbi hennar kepptu saman í dans og dansuðu saman hérna áður. Óskaplega var þetta fallegt hjá okkur, takk fyrir. Þetta er svona næsta kynslóð. Já, þetta svona gengur dálítið í ættir. Þá er þessi glæsilegi hópur búinn með Kom ykkur fyrir krakkar 1 dans af 3. fyrir næsta dans sem er tango. Gjörðu þið svo vel. Hérna eru Ólafur, Leo og Klara Sjöfn. Þau eru búin að dansa saman lengi, 4,5 ár. Og hafa svona verið í verðlaunasætum þegar þau hafa verið að keppa. Þau eru væntanlega á sínu seinna árið þessum flokki. Hann er orðinn 10 ára, verður væntanlega 11 á þessu ári. Hér sjáum við Ragnar, Hersir og Kolfreyju Klöru. Þau voru líka að fara upp í þennan flokkum áramótin. Svo sjáum við þarna í græna kjólnum Tómas og Anniku Milli. Þetta er yngsta parið í hópnum sem er að dansa með. Og þau eru búin að vera sigurvegari í 3 dansum hérna í sínum flokki bara allt síðastliðið ár. Tóku þátt í svona online keppni líka fyrir áramóti með frábærum árangri. Var það eitthvað sem var tekið upp? Nei, það var bara á Zoom. Já, einmitt. Dómararnir bara út í heimi allstaðar og pörin dansuðu og það var gaman að taka þátt. Það var svolítið svona erfitt að gera þetta og reyna að átta sig hvernig var best að láta þetta skila sér. En það var samt eitthvað fyrir að gera, að stefna á og taka þátt í einhverjum keppnum. Þá er það Quickstep. Síðasti dansinn þeirra hér í kvöld. Eins og á lottokeppninni sem var daginn að þá var daman í sótkví og hann tók þó bara þátt í sólókeppni, keppti bara sóló. Þannig að það er skrítið ástand. Já, ýmislegt ásalag. En þetta eru fallegir krakkar. En þú sér hérna, hér er svona ákveðna reglur með kjólana og fatnaði. Ákveðin sítt á pilsunum, þau verður að vera heil og verður að vera langar ermar. Eða semst já, ekki hlýrar, þannig að þetta er svona, þær þurfa að vera í sokkum, stelpurnar.
Frábært veitir krakkar, takk ykkur kærlega fyrir. Við þurfum að koma hér á vinstri hönd, það er verðlaunafhending bara strax. Komið þið bara hérna út í hornin, vinstra megin í mig. Já, þá býður þessi hópur eftir úrslitum og verðlaunaafhendingu í sínum flokki. Við færum okkur svo að því loknu yfir í flokkin fullorðnir latíndansar. Þá hittnar nú heldur betur í öskunni. Það verður örugglega mjög spennandi flokkur. Já. Já, við vonum að þessi börn haldi áfram að æfa dans og nái frama. Já, greiðarlega flottur hópur. Já. Alveg mikil einbeiting. Já. Nú býðu eftir að tölvan spýtu út úr sér úrslitunum. Já. Heldur þið séu stressuð þau standa þannig öll svo prúbúin og fín Já, í sínum ég stöðum. hugsa að ég sé nú svolítið stressuð, sko. Það fylgir þessu. Já. Það er aldrei stórt svið. Maður sér dómarana hann að hlaupa með blöðin fyrir jóakinni. Og við erum að veita verðlaun núna í flokki börn 2. Og enn sem fyrr er það Bergrún Stefánsdóttir og Adam Ríf sem að afhenda verðlaunin. Og börn 2 í 3 dönsum. Við ætlum að byrja hérna á 5. sæti og það er par nummer 62. Ragnar Hersir Ingvarsson og Kolfreyja Klara Tómasdóttir frá Dansfélagi Reykjavíkur. Í 4. sæti par nummer 147. Ólafur Leo Voge og Klara Sjöfn Ragnarsdóttir frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Í 3. sæti er par nummer 146. Gunnar Elís Vavarsson og Elisabeth Maria Johnson frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Og í öðru sæti er par nummer 116. Helgi Daniel Hannesson og Magdalena Andradóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Og við ætlum að lesa upp núna sigurvegarna í þessum 3 flokkum sem voru að dansa inni. Og það er par nummer 145, Eiður Fannar Gapunæi og Þórdís Birna Kristmannsdóttir frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Par nummer 84, Guðbjartur Halldór Magnússon og Erla Ólafsdóttir frá Dansfélaginu Hvönn. Já, þau eru þá sigurvegar í 4 dönsum. Og par nummer 60, Tómas Björn Helgason og Anita Milla Elefsen frá Dansfélagi Reykjavíkur. Þau eru sigurvegar í Aldeilis glæsilegur hópur ungra dansara sem er hérna á gólfinu hjá okkur. Framtíðin er björt. Og þetta er aldurshópurinn börn 2 og þau voru að dansa fyrir okkur standarddansa. Þið stillið ykkur fallega upp og allir að brosa. Takk ykkur fyrir og innilega til hamingju með árangurinn. Takk fyrir. Og ég ætla að biðja flokk fullorðina í suður-amerískum dansum að vera tilbúin. Það var að segja þessi flokkurinn. Við förum beint í það eftir smá stund. Þetta er fljótt að líða hjá okkur. Þetta er fljótt að líða. Og það er í rauninni, já, sami flokkur og áðan, þó það séu ekki sömu keppendur, einhverju velja að keppi bólundönsum. Þetta er flokkur fullorðina í suður-amerískum dansum, þetta er efsta getustíðin hjá okkur. Þetta eru alltaf 2 greinar. Aldeilis glæsilegur hópur. Og sumpörum velja það að keppa í 10 dönsum. Og þau eru öll komin á gólfið. Svo er önnur sem að ákveða að sérhæfa sig og æfa aðra greinina. Og við byrjum á og það samba. segir sig það meira álag að keppa í
báðum greinum. Já. Það var það samba. Já. Hér sjáum við Ívan og Svandís Ósk. Þau byrja bara að dansa saman síðastliðið sumar en eru búin að vera að dansa lengi, bara frá því við vorum 9 ára, bæði tvö. Já. En það er kannski alltaf erfitt að byrja að dansa saman, svona í COVID. Já, mjög líklega þurfti að taka einhverja pásur á því að æfa sig saman. Og hér sjáum við Nico og Söru. Þau eru þess að 10 dansapar. Já. Þau hafa verið fulltrúar okkur á Evrópu- og heimsmeistaramótum en það náðist nú bara að halda 1 á síðasta ári. Í 10 dansum þar enduðu þau í 11. sæti. Glæsilegt par. Já. Svo sjá þarna nummer 32 sem var að fara út úr mynd. Þau eru svona, munu væntanlega að veita þeim samkeppni. Já. Maður svona hefði haldið að þú hefði kannski örlítið fórskot ef þú ert bara að æfa latindansana og nýtir alla orkuna í þá en þetta kannski virkar ekkert alveg þannig. Já, það er náttúrulega, sko, þau sem eru komið lengst í heiminum í hvorri greini fyrir sig eru vilt bara í annari greininni. Já. Þá er það tja-tja-tja. Þá er það tja-tja-tja. Og þarna fáum við Aron Loga og Rósu Kristínu. Þau hafa dansað saman síðan 2018 og eru búin að vera Íslandsmeistarar og bikarmeistarir í ungmennum, held ég að sé að fara með rétt, og eru nýlega komin upp í fullorðana. Og hvar eru þau þá svona samanburði við? En þau keppa líka í ungmennu fyrir ekki. Já. En hvernig er þá samanburðurinn þeirra svona við þau sem hafa verið lengur í flokki fullorðna? Geta þau gert tilkall strax til efstu sætana eða? Við skulum sjá til. Já. Þú vilt ekki gefa neitt uppi? Auðvitað geta þau það. Hér sjáum við Brageir og Magdalenu. Þau hafa dansað lengi saman og verið hérna duglega að taka þátt í mótunum. Já. Æfa 10 dansana. Og hér kemur par sem dansaði líka í ungmennum í dag. Þetta er Felix Einarsson og Demi van den Berg. Og kannski gaman að segja fyrir því Demi sem við sjáum hérna og svo sem er að dansa með Aron sem við sáum rétt áðan. Það eru systradætur. Já, þetta er allt svona. Já, og þær búa upp á Akranes og keyra til Reykjavíkur á æfingar. Já. Býtu nú við. Það var eitthvað svona sem fór í kjólnum, væntanlega. Ég ætlaði einmitt að fara að hrósa þessum kjól. Það er mjög fallegur. Rosalega flottur. Já. Það er smá. Glæsilegur dans, tja-tja-tja. Pása. Það getur allt gerst. Það eru bara 3 dansar eftir. Fólk hefur mist skóinn og... Þarna kemur nú aðstofamannskjan sterk inn sem hver fær að hafa með sér. Já, Það er auðvitað. eins gott að sé einhver til að halda þessu öllu saman og réttum stað. En þau eru bara nýlega að byrja að dansa saman, dansuðu saman í haust. En hafa bæði náð mjög góðum árangum með sínum fyrirrandi dansfélögum. Og eru Íslandsmeistarar frá því síðasta ári í sikkorum flokknum. Já. Með fyrirrandi félögum, sko. Þriðja dansinn sem er rumba, gjörðu svo. Hann er bara 9 ára, 16 ára og hún er að verða 15 ára. En keppir í fullorðum. Það var það rúmba. Já. Hér sjáum við Hilmar og Freydísi Maríu. Þau voru semst í
fyrsta sæti í bólundönsum í flokki unglinga, 2 í fyrra. En eru semst núna komin í baráttu hérna bestu í fullorðina. Hér er Ingólfur Bjartur og Auður Elín. Þau eru 15 ára, þannig að þetta er mjög ungt fólk sem er að keppa hérna í flokki fullorðna. Þau eru komin í ungmenni, það máttu vera þar með. Já. En svona kjólarnir og fötin og förðunin hjálpa nú kannski dálítið með það að þú kemst alveg upp með að vera í flokki fullorðna þó þú sést bara 15. Já, þetta er hluti af þessu. Óskaplega var þetta fallegt. Takk ykkur kærlega fyrir. Glæsilega dansur rúmba. Þarna er hinn Skagamærin. Já. Og þið komið ykkur fyrir ekki alveg jafn rómantískan dans. Nautabannadansa Þá er sjálfur. þessi hópur búinn með 3 dansa af 5. Líf og dauða. Já, Passo, nú er það doble, gjörðu þið svo vel. nautaatið Já. og flamenco stemningin. Nico og Sara, eins og ég sagði, þau búa í Danmörku og þau komu bara til landsins fyrir stuttu síðan til að taka þátt í keppninni Lotto Open og þessari og fóru bara í sótkví og eru svo mættir til að taka nokkuð mót. Já. Það er engin mót í Danmörku, þannig að það er gott að þau skildi bara koma heim. Já, þau tóku það á sig að fara í 2-falda skipun og þetta sem var. Já. En eins og ég ætla að fara að segja að þau eru búin að dansa stutt, þarna Felix og sem við sáum nú rétt á hann í mynd. Já. En finnst þér þegar þú lítur yfir þennan hóp, eru þau þá svona nokkuð jöfn að getu eða er mjög mikill munur? Ég myndi segja að hópurinn skiptist í þrennt. Já. Olé! Svona Takk fyrir fyrir. mitt leyti, svona getustíði, sko. Já. Glæsilegur Passadóri, takk kærlega fyrir. Vel gert. Þannig svona ef ég var að dæma þá myndi ég segja, ok, þessi þrjú, ég þarf að velja með þessar þeggi í 3 efstu sætin og velja með þessar tveggi kannski í 2 neðstu og svona, ég flokka þetta fyrst svolítið svona niður. Já. En það er samt ekkert alltaf, svona ef ég tala þennan hóp. Svona til að fá einhverja mynd á þetta. En þá er bara 1 dans eftir. Já, en það sem dómar eru að gera núna er bara að raða í 1., 2., 3., 4., raða bara í sæti. Þannig að þeir sem fá flesta ásana, þeir sigra. Já. Flestu fyrstu sætin. Nú þurfum við bara að nota varatankinn. Allt sem eftir er. Allt sem eftir er. Þetta er léttur dans og svo reynt að hafa svona húmor líka í hreyfingunum og sporunum. Já. Það er svona skemmtanagildi svolítið. Og oft í þessum dansi eru þau ofta að spila á áhorfendur en að fá það með sér. Nú þurfum þau bara að ímynda sér að þeir séu þarna.
Þau hafa okkur, við erum allavega til okkur hérna alveg á fullu. Glæsilegt hjá ykkur krakkar, þakka ykkur fyrir. Þetta er flokkur fullorðinna í suður-amerískum dansum. Já. Og eins og áður ætla ég að biðja ykkur að koma hérna mér á vinstri hönd og stilla ykkur upp þar. Biðja ykkur að passa að fara ekki fyrir kamerurnar. Sinni keppni og kemur sér Standa fyrir ekki og fyrir framan kamerurnar. býður örlaga sinna. Og 2 metra, já. Ekki gleyma 2 metra reglunni. Glæsileg. Þetta er alveg að vera búið, ég sagði frammistaðan það. sem við Þetta er sjáum alveg að hérna verða búið. á myndunum. Og Virkilega sem fyrir flottur í er þessum það hópi. Bergrún Stefánsdóttir, formaður dansfélags. Ertu með þetta? Ertu viss hver vinnur? Ég? Ég sé það á svipnum, ég veit, þú vilt ekki segja mér það. Nei, ég verðum að hafa það spennandi. Ég er svo sem veit ekki hvað dómurunum fannst, sko. Það eru 7 dómarar sem að dæma. Já. Það er summan af þeirra niðurstöðum sem að, Einmitt. sem að ákveður hver sigrar eða röðina. Og eru þeir oft mjög ósamála, eða? Það getur verið allur gangur á því. Já. Sérstaklega ef hóparnir eru mjög jafnir, þá getur þetta verið út á suður. Saman pari getur fengið fyrsta og alveg upp í 5. sæti, Já. sko. 5. og 7. sæti þess vegna. Eru þeir þá að láta svona mismunandi atriði skipta mismiklu máli? Horfa betur í eitthvað annað? Já, svo er spurning bara hvenær horfir á parið. Þú þarft að deila tímanum öll pörin og það getur átt svona góðan kafla og slæman kafla í dansinum og hvenær er dómarinn að horfa á þig. Þess vegna er mikilvægt að vera upp á sitt besta allan tíma. Allan tíma. Þú veist aldrei hvenær dómarinn tekur ákvörðunina. Nei. En það má segja að þetta séu reynsluboltarnir á gólfinu. Já. Nico og Sara. Og það er komið að verðlaunaafhendingu í síðasta flokknum okkar hérna í kvöld og alls ekki þeim sísta flokkur fullorðinna í suður-amerískum dönsum. Aldeilis glæsilegt hjá ykkur krakkar. Í 7. sæti er par númer 33, Hilmar Már Sigur Pálsson og Freydís María Sigurðardóttir frá dansdeild HK. Í 7. sæti par númer 150, Bragi Geir Bjarnason og Magdalena Eyjólfsdóttir frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Í 5. sæti par númer 85, Ingólfur Bjartur Magnússon og Auður Elín Gústafsdóttir frá Dansfélaginu Hvönn. Í 4. sæti par númer 34, Ivan Goric og Svandís Ósk Einarsdóttir frá dansdeild HK. Í 3. sæti par númer 152, Felix Einarsson og Demi van den Berg frá Dansíþróttafélagi Kópavogs. Í öðru sæti par númer 32, Aron Logi Hrannarsson og Rósa Kristín Hafsteinsdóttir frá dansdeild HK. Þetta eru þau sem voru í 2 efstu sætunum í ungmennum í í dag. flokki fullorðinna í suður-amerískum dönsum á Reykjavíkurleikunum Og svo reynsluboltarnir, þannig að þetta er að raðast svona nokkuð. 117, Nikoló Barbisi Eðlilega. og Sara Rós Jakobsdóttir frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar. Glæsilegt hjá ykkur öllum og mig langar fyrir hönd Dansíþróttasambandsins að þakka öllum keppendum hérna í dag, öllu starfsfólki keppninnar. Já, glæsilegur hópur og bara glæsilegt kvöld að baki, manni finnst þú að það hefur verið að byrja. Við bara hittum sem fyrir kvartir í síðan. Loksins komið á Það gólfið. er búið að líða mjög hratt, þetta er gaman að horfa á fallegan dans og þá líður tímið Takk fyrir hratt. og innilega til hamingju öll saman. Eigum við ekki Takk bara að fyrir. vippa okkur hérna út á gólf þegar við klárum? Ef við taka spórið, Er það ekki? ég færum létt með það. Það held ég. Eða maður er kannski svona, já, Allan í huganum. ekki af góðu kannski og maður heldur, en eða vonar. Þetta var frábært hjá þessum dansurum. Já, Glæsilegt. glæsileg keppni að baki. Gaman að vera með þér, Kara, í Já, kvöld eins og sömuleiðis, alltaf. Við þökkum áhorfendum okkar fyrir samveruna í kvöld og þessa glæsilegu keppni. Við og Íþróttadeild RÚV þökkum fyrir okkur í kvöld. Verið sæl.